Já, komið sæl og velkomin í Ísland í dag. Við erum stödd á Alþingi Íslendinga, ekki í fyrsta skipti í þessari viku, en það margt að gerast hér. Viðskiptaráðherra Björgvin Sigurðsson sestur hérna hjá mér. Það besti byrjir strax á máli dagsins. Það hefur flogið músið að það eigi að fara að mæla fyrir frumvarpi hérna í kvöld. Er þetta ekki rétt? Jú, það stendur til að mæla fyrir frumvarpi núna klukkan 8. Það reyndar verið að klára umfjöllun það í þingflokkunum, þannig að það að sjálfsögðu þeir hafa síðast orðið áður en að það verður ákveðið. En eins og þú vitnar til þá náttúrulega hefur verið sagt frá því hérna svona í húsinu að það stendur til að mæla í kvöld samþykki þingflokkar stjórnarflokkana það og við höfum leitað samráðs við stjórnarandstöðunum það og þeir hafa gefið okkur hérna gott veður samstarfi því að frumvarp til laga gjaldeyrismál. Og þetta snýst þá í raun og veru það að krónan verður ekki sett algerlega á flot eins og til stóð. Já, sko, þetta tengist svo sem því máli í rauninni bara óbeint. Þetta í rauninni nauðsynlegar í rauninni hömlur á fjármagnsflutninga og hugmyndir skilaskyldu og fleira. En leiði verið að aflétta hömlur sem hafa verið á gjaldeyrisviðskiptum, í rauninni verið að aflétta hömlum af. Og hvaða hömlur verða á gjaldeyrisviðskiptum? Er það á flutning á fjármagni? Já, í raun og veru að því að það er verið að fjalla það að við þurfum náttúrulega að tryggja það að gjaldeyrir sem að kemur fyrir okkar framleiðslu skili sér hingað heim til Íslendinga. Hann komi hingað heim og við búum yfir nægum gjaldeyrisforða einfaldlega til þess að reka okkar þjóðfélag. Er líka í þessu frumvarpi gert ráð fyrir skilaskyldu og gjaldeyri fyrir þá sem eru í útflutningi? Það er verið að ræða það, já, að við þurfum að tryggja það að gjaldeyririnn skili sér allur heim og Íslendingar, að því að þetta er partur af okkar neyðarrétti má segja. Þetta er má segja framhald af setningu neyðarlagana. Þetta hefði kannski einhver leyti geta meira að segja fyllt með þeim. Það hefði kannski verið heppilegra að gera þetta strax þá. Menn tengja þetta við fleitingu krónu ekki. Það er annað mál. Það er Seðlabankinn sem fer með það. En er það ekki fyrst og fremst verið að gera þetta til þess að krónan hríðfalli ekki þegar hún verður sett á flot? Jú, að sjálfsögðu líka. Það er líka verið að því annars vegar og hins vegar náttúrulega til að tryggja það að það sé nægilegt magn af gjaldeyri í landinu. Og þetta er partur af viljayfirlýsingunni sem við skrifuðum undir við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn í síðasta mánuði að þetta er eitt af skilyrðum þeirra að þetta verði gert til að tryggja nægt gjaldeyrismagn í landinu. Hvernig er það fyrir þessa tvo flokka sem saman settu gamli Alþýðuflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn settu á EES-samninginn fjórfrelsi svokallaða, núna er það bara frjálst fjármagn fólks úr landi? Jú, við náttúrulega, það sá enginn það fyrir þá frekar en fyrir einu ári síðan að það yrði jafn alvarleg fjármálaleg kreppa í heim. Svíður það ekki að vera að setja svona lög? Jú, það er hundleiðilegt og það er líka mjög dramatísk og erfið upplifun að standa setningu neyðarlagana á sínum tíma. Við erum náttúrulega að rífa í neyðarréttar bremsun okkar. Við erum að grípa til okkar neyðarréttar sem þjóðar til að slá skjaldborg samfélagið okkar þegar alvarlegir atburðir gangi yfir. Löndin í heiminum eins og allir vitar að koma misjafnlega illa út úr fjármálakreppunni. Ísland er sagt í skýrslu frá OECD í gær eitt af þeim 6 löndum í heiminum ásamt Bretlandi, Írlandi, Spáni, Ungverjalandi sem koma verst út úr fjármálakreppunni og við þurfum náttúrulega að verja heimilin, verja fyrirtækin og tryggja bara eðlilegt mannlíf í landinu. En segðu mér að því þessi lög tengjast því að nú er peningur frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum komin inn í landið. Hvað er eiginlega með samskipti ríkisstjórnarinnar og Davíðs Oddssonar eins og kom fram í fréttum með okkur að hann hafi leynt því fyrir þér í fleiri daga að þessi peningur voru komin inn í landið? Hann leyndi því ekki fyrir neinum að mér sé vitandi. Ég las það bara í tilkynningu frá Seðlabanka að fyrsta greiðsla væri komin, honum ber ekkert að tilkynna mér sérstaklega það. Er það ekki eðlilegt? Við vissum alltaf að þessi pening að vera á leiðinni, þannig að þetta er bara partur af lánunum frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, það að sjálfsögðu skila sér til okkar. En þetta, sko, það sem skiptir mestu máli núna er að við þurfum að vinna saman stjórnvöld sem einn maður í þessu landi til að koma hjólunum aftur af stað, til að byrja að endurreisa okkar athafna líf allt saman og þess vegna náttúrulega er óheppilegt að menn standi í einhverjum styrjöldum í gegnum fjölmiðla og ræðuhöld skammirna gangi á milli stjórnvalda og Seðlabanka og svo framvegis. Menn verður bara að láta af því á meðan við erum að vinna þessu verkefni. Hafi ekki allast líka styrjaldi verið að frumkvæði Seðlabankastjóra? Allavega sumar og ég sagði það þá að það gengur það þá að hafa hann áfram í Seðlabankanum? Já, hann er þarna og þessi bankastjórn situr, þessi ríkisstjórn situr og okkur ber skylda gagnvart íslensku þjóðinni. Hvað er þið samfylkingarmenn að sagt ykkur lengi við að hann sitt í skjóli Sjálfstæðisflokksins? Okkur ber skylda, eða þeir í okkar skjóli. Við erum að vinna saman að því að koma Íslandi út úr þessum alvarlegu aðstæðum sem sköpuðust með falli bankanna og fjármálakreppunni
og það gríðarlegt verkefni. Og ég ætla að segja eitt í þessu samhengi. Ef að það bætist nú ofan á þessar alvarlegu aðstæður sem hérna, stjórnmálakreppa líka, núna á versta tíma, þá held ég að það sé ekki það sem við þurfum að halda. Við höfum heyrt þetta frá okkur, en segðu mér, viltu kosningar í vor? Ég hef sagt það að ég myndi vilja stjórnarflokkarnir kæmu sér saman það einhvern tímann áður en kjörtímabilið yrði úti til að endurnýja umboðið og leyfa fólkinu að tala eftir þessa miklu atburði. Ég hef bara sagt það umbúðalaust oft. Ég sagði viðtalið Morgunblaðið fyrir hálfu mánuði, ég sagði það í fréttum. Og átt heiður skilið fyrir að þóra að gera það. Varstu tekin á teppið af Ingibjörgu Sólrúnu, þú og Þórunn, þegar þið lýstu þér yfir? Nei. Ég hef heimildi fyrir því. Það nú ekki svo. Við ræddum það eins og hreinskýrislega að hvernig það var, en það var sko ekki, hún leggur það bara ekki í vana sinna að taka fólk á teppið. Hún eins og leggur það í vana sinna að vera mjög hreinskilin og en afskaplega gott að vinna með henni í þessum málum. Hún var ekki sáttfegur. Já, eins og ég segi sko, hún taldi að það var ekki tímabært að fella einhverja dóma þetta núna og það bara eins og svo margt. Hún sagði líka það skoðanafrelsi í Samfylkingunni og við ræðum málin alveg umbúðalaust, en við þurfum líka stundum að þjappa okkur saman og vinna þessi verkefni án þess að deilum það sem út á stendur. Bæði Seðlabanki og ríkisstjórn. Gylfi Arnbjörnsson og stjórn ASÍ, þau viljaði burt úr ríkisstjórninni? Gylfi Arnbjörnsson allavega hefur lýst í öllu saman yfir sko. Nú eru þau mál komin í ákveðin farveg. Ég talaði við hann í dag og hann sagði að Alþýðusambandið væri sammála þetta. Þetta var ekki bara hans orð. Nei. En sko ráðherrarnir allir, bæði þessara ríkisstjórnar og þeirra sem sat á undan okkur, munu þurfa að horfast í augu við úttekt og sérstakri rannsóknarnefnd sem að fyrst umræða fór að hérna í dag, nefnd sem hefur gríðarlega víðtækar heimildir að mun hafa. Bankaleynd verður aflétt, mönnum gert að koma fyrir nefndina að refsivist líki við og það gildir alveg sama mig og aðra ráðherra í þessari ríkisstjórn. Ég mun að sjálfsögðu axla það ábyrgð sem mér ber. Mín störf að skoða ítarlega í þessari rannsóknarvinnu allri. Ég fullkomlega óhræddur við þá skoðun, ég fagna henni, kallaði eftir því viku eftir að bankarnir féllu að Alþingi kæmi að og setti reglurnar og þessu úttekt. Það svo úttekt sem leiðir í ljós ábyrgð. Að sjálfsögðu liggur hún víða. Hún liggur hjá þeim sem áttu bankana og ráku þá. Hún hvílar á þeim sem settu leikreglurnar, þeir sem fylgdust með leikreglunum og okkur öllum. Það enginn að skorast undan ábyrgð. Þau rök sem hafa verið tínt til ekki endilega þau að þú hefur staðið illa í starfi, heldur þau að þú hefur bara hreinlega verið of seinna átt á hlutunum. Mig langar að vitna í bloggfærslu á síðunniðinni frá 5. september á þessu ári, þar sem að þú gagnrýnir að erlendir aðilar hafi verið að tala slæma stöðu íslensku bankana og þar sem þú segir að aðstoðarforstjóri Nordea í Finnlandi gefi til dæmis opinberlega í skyn að íslensku bankarnir munu fljótlega lenda í miklum vandræðum og gangi svo langt að gera því skóna að íslensku bankarnir verði ekki til staðar eftir nokkra mánuði. Þessi gagnrýni hann segir þú byggi ekki á neinni greiningu á íslenskum bönkum. Áttaður þau svona illa stöðunni í september, þetta 20 dögum fyrir hrun? Nei, þetta skrifaði byrjun ágúst í Viðskiptablaðið, þessi grein. En þessi bloggfærsla settur á síðan hún skrifið þá og birt í Viðskiptablaðinu. Þetta rétt rúmur mánuði fyrir bankanum. Já, sko, þú hægt að finna ýmislegt hjá okkur öllum bankana og útrásina. Það var enginn að spá því þá að bankarnir féllu. Lehman Brothers féll 15. september. Það spáði því enginn að hann félli og sá alþjóðlegi fjármálastormur. En hefðu þið gert að hlusta betur á þessi varnaðarorð? Jú, frekar en að gera lítið betur á þau að sjálfsögðu, jú. Við áttum að gera það og við áttum kannski líka að horfa í gegnum fingur okkar við greiningadeildirnar allar, bæði innlendar og útlendar sem spáðu því ekki að þetta væri og núna voru alþjóðleg greiningafyrirtæki að meta bankana allt þetta ár. Allt bendi til þess að staða þeirra væri bara alveg viðunandi. Hún væri ágjarn. Það var lausafjárkreppan sem var bönkunum að falli en ýmislegt annað hafði náttúrulega hrannast upp á mörgum árum. Það sem ég sé mest eftir allan tíman, það hafa ekki talað meira og hærra fyrir því að annarkvort Ísland að gangi í Evrópusambandið og gera staðilega myntbandalaginu eða einhverjir af þessum bönkum að fara. Bankarnir voru tífaldar þjóðarframleiðslur og það sem feldið á að lokum var það leiddi lausafjárvanda og við höfum ekki burði til að lána þeim til þrautarvara. Eitt af því sem því tengist verðtryggingin. Þarf ekki að afnema hana núna í nokkra mánuði á meðan að versti kúfurinn gengur yfir? Sko verðtryggingin í sjálfu sér afskaplega neikvætt fyrirbæri og nokkuð verður ekki afnema núna á meðan að versti kúfurinn. Það sem að menn að skoða, það hvernig hægt að færa hana til. Það líka mjög
alvarlegt ef að hún afnumin með það markmið að þá taki við sem sagt óbundnir vextir, þá sem sagt ráði vaxtastigið því á móti hvað fólk að borga. Ef verðtryggingin afnumin sem slík þá mjög líklegt að vextirnir almennt yrðu 20 til 23%, þannig að það þarf að finna einhverja leið. Verðtryggingin Já, en þá erum við að tala bara til þess að bjarga heimilunum, þó að vextir og lánum eru það verri tíma. Við erum að tala bjarga heimilunum, stendur þetta val ekki bara á milli þess að annaðhvort taki heimilin að skella á sig eða lífeyrissjóðirnir og íbúðalánasjóður, og þá ekki bara miklu betra skellur en falli á lífeyrissjóðun og íbúðalánasjóð? Sko það sem að félagsmálaráðherra kom með frumvarp sem var samþykkt daginn út af greiðslujöfnun sem mun skila fólki mun lægri greiðslubyrði heldur en að það hefði gert ella, og jafnvel ef afnám verðtryggingar hefði verið framkvæmt þannig að vextirnir yrðu frjálsir á móti. Þetta var nefnd sem að forseti ASÍ stýrði. Ég verð að spyrja það sömu spurningar en aftur. Þarf ekki að afnema verðtrygginguna á meðan að versti kúfurinn gengur yfir? Það bara spurning hvað afnámina þýðir þá fyrir íbúðalánasjóð. Það er að finna einhverja leið sem að hvorki setur íbúðalánasjóð á hausinn né setur fólkið á hausinn. Komi veg fyrir að verðtryggingin skilið sem svona harkalegum hætta fólk, hún mikill bölvaldur. Ekki útlit fyrir það að ef verðtryggingin verður og meðan mesti kúfurinn gengur yfir, þá verður bara fjöldagjald frá heimilunum? Það sem skiptir mestu máli því, það að koma aftur verða á krónuna. Það að koma gjaldeyrisviðskiptunum í stað, gengi styrkist, þá dregur hratt úr verðbólgunni og gengistryggðu lánin á aftur jafnvægi. Hvernig ætlið þið að koma til móts við fólk sem sér ekki fram á að ráða við að borga ef verðtryggingin, ef lánin að hækka þetta 20%? Við ætlum að gera það með mjög margvíslegum hætti. Bæði þessari greiðslujöfnun sem félagsmálaráðherra var með í þinginu síðustu vikur orðað lögum og á að lækka greiðslubyrði fólks 10–20% á næsta ári. Það skiptir gríðarlega miklu máli í þessu verðtryggingarumræðu, að það verið að greiðslujafna með þessum hætti, og þetta var niðurstaða sérfræðinganefndar undir forseta ASÍ, hvorki meira né minna, og félagsmálaráðherra kom með inn í þinginu. Forseta ASÍ vill ekki að verðtryggingin verði afnumin? Nei, greinilega ekki. Nei. Og Jóhanna Sigurðardóttir hlustaði mikið á hann. Þarf ekki almenningur í landinu vill að verðtryggingin verði afnumin á meðan að þessi kúfi gengur yfir? Jú, verðtryggingin fylgir að einhverju leyti þessum litla óstöðuga gjaldmiðli. Verðtryggingin ekki til staðar þar sem að í samfélögum þar sem ríkir stöðuleiki, þar sem stöðugu gjaldmiðl, þar þarf ekki verðtrygging og þá fólk bara með vaxtastig látið ráða þessu, en auðvitað býtu verðtryggingin harkalega núna og það mjög og þess vegna líka verið að leita allra leiða til að draga úr áhrifum hennar á fólkið í landinu. Í frétt fyrir rúmu ári síðan segir þú að það að leita stöðuleika til lengri tíma, lægri vöxtum og fráhvarfi frá verðtryggingu. Já. Og það gert með því að skipta gjaldmiðil. Það gert með því að gera staðilar. En engin möguleiki núna meðan að versti kúfurinn gengur yfir að verðtryggingin verði tekin úr samband með hann? Menn á að reikna út að það myndi setja íbúðalánasjóð á hausinn. En ekki staðan verið að setja... Þessin verið að greiðslujöfna. Þessin farin þessi greiðslujöfna leið að hún þykir... Og mun hún ekki fela það í sér að fólkið á aldrinum 20–30 ára muni upp til hópa fara á hausinn? Nei, hún mun alls ekki gera það því að hún að draga úr fólk sem missa vinnuna og sér fram á lánin hækki, það sér bara fram á gjaldþrot. Já, það er allt kapplagt á að koma í veg fyrir það. Þessi greiðslujöfnuleið að draga úr greiðslubyrði lánanna. Hins vegar eru margar aðrar leiðir sem verið að skoða til að aðstoða fólk í greiðsluerfiðleikum. Það verið að ljúka að gera frumvarp núna greiðsluaðlögun fyrir það sem lendi í alvarlegustu erfiðleikunum. Síðan verið að leita allra leiða til að koma í veg fyrir að fólk lendi í alvarlegustu erfiðleikunum burti frá þessu. En auðvitað þetta stort mál og þess vegna hefur félagsmálaráðherra brugðið svona snaggarlega við. Þetta frumvarp fór í gegnum Alþingi strax í síðustu viku, þannig að það á að bæta verulega stöðu þeirra sem eru alvarlega stödd. Björgvin, af hverju voru gömlu bankarnir ekki gerðir gjaldþrota? Þeir uppfylla ekki skilyrði greiðslustöðvun. Þetta þótti mikið heppilegri leið til að halda utan eignir bankana. Bankarnir eiga mjög mikið eignasafn í útlöndum og það sem skiptir mestu máli núna fyrir skilanefndir og síðan skiptastjóra. En ekki verið að gefa algjört skít í kröfuhafabankana og gera þeim mögulegt að fara í mál eftir ár, 2 ár, 3 ár? Nei, það sem að núna standi við viðræður á milli skilanefndana og kröfuhafa þessi mál. Það verið að reyna að leysa þetta með sem allra skynsamlegustum hætti og á morgun þá munum við fjármálaráðherra eftir hádegi funda með formönnum allra skilanefndana, formönnum bankaráða nýju bankana og stjórnarformanni og forstjóra fjármálaeftirlitsins. Það ætlum við að fara yfir stöðuna eins og hún bæta það sem að aflaga fer eins og upplýsingagjafir og fleira og fleira. En af hverju má ekki fara í dómsmál á hendur bankunum?
Það var bara talið nauðsynlegt að fara þessa leið til að hámarka stöðu eignan eins og hún í dag. En þetta ekki bara brot á stjórnarskrá? Nei, ég tel það ekki vera. En það er margt Þetta er fordæmalaust að það megi ekki fara í dómsmál á hendur. Það er þess að mjög margt í neyðarlögunum okkar, þetta er partur af neyðarlögunum, má segja, sem orka tvímælis hvað varðar eignarrétt og stjórnarskrá og það hafa menn margir sagt. Neyðarréttur er bara ákveðið úrræði sem menn grípa til þegar svona háttar eins og núna. Við gerum þetta til að slá skjaldborgum innlenda bankastarfsemi og innistæðigendur, komið veg fyrir að bankarnir lömuðust og samfélagið fær allt úr skorðum. En segðu mér, menn hafa miklar áhyggjur að það sé ekki nóg gagnsæi í bönkunum núna og að það eru eignatilfærslur í gangi. Af hverju ekki öllum leyft að bjóða í fyrirtæki sem verið að selja nú? Ég kynnti það núna á blaðamannafundi í dag með Samkeppniseftirlitinu að það sem skiptir mestu máli fyrir okkur núna, það er að ferlið sé annars vegar gagnsætt og jafnræðis sé gætt til hins ídrasta. Það hefur ekki verið hér? Nei, þess vegna erum við líka að funda á morgun til að tryggja svo verði. Þetta ferli er rétt að hefjast allt saman, það hefur gengið mikið á. Við erum búin að vinna mikið á stuttum tíma. Þannig að það er alveg örugt að það verði ekki einhver eignatilfærsla sem sé tóm vitleysa og skuldir gefnar eftir eins og marga grunnur að hafi verið að gera það. Það er það sem við ætlum að tryggja og reyna að tryggja verði ekki. Auðvitað eru bankarnir eftir sem áður reknir af sínum bankastjórnum á viðskiptalegum forsendum, ekki með pólitískum ígripum. Það sem stendur upp okkur, það er að setja leikreglurnar, tryggja að þetta sé gagnsætt og opið, eyða tortrygninni, byggja upp traust aftur á bankastofnunum og auka mjög verulega allt gagnsæi, þannig að til dæmis að söluferli, þegar stór félög fer í söluferli, það sé gert tilkynningarskylt. Þannig að allir fjárfestar geti komið að tilboðum í það sé ekki bara gengið frá því að baka luktar dyr og að allir bankarnir starfi eftir ákveðnum verklagsreglum þegar kemur að því að þau eru að semja sölu og kaup og svo framvegis. Þannig að þetta liggi allt fyrir með skýrum gagnsæi og það stendur upp okkur stjórnmálamenn að tryggja það. Hvað segir þú sem bankamálaráðherra sunnudagsmokann og huldufélagið Stím? Ég hef ekki aðrar upplýsingar það í rauninni heldur en hafa komið fram í sunnudagsmokanum. Þarf ekki að fara að skoða þetta bara allharka og láta menn sæta ábyrgð ef það er eitthvað misjafnt þarna í gangi? Það er það sem er verið að gera. Þess vegna erum við að setja sérstakan saksóknara, þess vegna erum við að setja rannsóknarnefndin í gang, þess vegna hóf Fjármálaeftirlitið rannsókn daginn eftir hrun bankana. Er verið að rannsaka það? 25. september fór Glitnir til Seðlabankans. Sama dag áttu sér stað afskriftir í Kaupþingi. Er verið að rannsaka það hvort þetta geti tengst? Alveg örugglega. Það er verið að rannsaka allar athafnir inn í bönkunum fram á löngu fyrir hrunið. Það er verið að rannsaka þetta allt saman, auðvitað Fjármálaeftirlitinu, síðan af rannsóknarnefndinni sem er verið að klára í þinginu núna þessa dagana og svo framvegis. Þannig að það er verið að rannsaka allar athafnir inn í bönkunum sem í aðdraganda bankafallsins. Þannig að það verður að lokum engum steini óvelt í þessu mál. Hver tók þá ákvörðun að láta 200 milljarða í peningamarkaðssjóðina og af hverju var ekki jafnræðis gætt þannig að Sprún og Byr og hinnir aðalarnir MP fjármögnun og fleiri Allir sem þú taldir upp eru búin að gera upp sína sjóði held í flestir hærri heldur en bankarnir 3 stóru. Þetta var ákvörðun tekin þetta á viðskiptalegum forsendum af stjórnum bankana eftir mat frá óháðum aðilum eins og KPMG. Var ekki látið alltaf mikið af peningum inn í þessu? Ekki hugmyndum. Ég hef enga forsendur til að bera bregður á þær viðskiptalegu forsendur sem að bankastjórnirnar segja liggja bak við þetta og ég treysti því að trúi fullkomlega byggt á mati frá óháðum aðila. Þannig að það hefði nú verið fyrst alvarleg stað að segja ef að þau hefðu komist að því að það væri ekki hægt að gera sjóðin upp og fólki myndi tapa ennþá meira en það tapaði. Það er alltaf ömurlegt fyrir þetta fólk sem segist að sumir segist að verið blekktir inn í sjóðin. Að þeim hafi verið sagt að færa þetta inn, þetta hafi verið fullkomlega örugt, jafnörugt og sparisbækur og það. Þetta verður að sann og leiði ljós en þetta fólk er að tapa nógu miklu og sem er náttúrulega alveg óafsakanlegt. Þú áttir fund með Alistair Darling sem að mikið hefur verið talað Þar eru minnismiðar sem komið fram. Böðust Bretar til að taka æsif að sér þar? Nei, það er það sem að Fjármálaeftirlitin í Bretlandi, Íslandi og Landsbankinn voru búin að vinna að. Það var að færa innlánsreikninga Eitthvað buðu Bretarnir á þessum fundi?
Já, nei, sko, það sem að við vorum að fá það til að gera, sko, það vildu allir að þetta gerðist. Að innlánsreikningarnir að SE verið flutt í dótturfélag, breskt dótturfélag Landsbankans. Bretarnir settu mikla kröfur til að það geti verið eignatilflutning á Landsbankann og á svo mjög stuttum tíma. Það sem við vorum að gera á þessum fundi var, vorum að biðja Bretana að lækka kröfurnar, þannig að Landsbankinn gæti farið strax með þetta allt í dótturfélög þó að fengi að flytja eigurnar á lengri tíma. Það verður ekki niðurstaðan, þannig að þið vantanlega segið þeim að Íslendingar ábyrgist þessi. Það var enginn sem spurði að því að þeir síðan kemur annað í ljós. Er þetta ekki ástæðan fyrir þeir setja hryðjuverkalög? Að þið hafi fyrst, að þú hafir á þessum fundi samfært Darling það að Íslendingar myndi ábyrgist þetta. Ég samfærði Darling ekki nokkuð skapa, við vorum ekki að ræða það á þessum fundi. Voruð það ekki að ræða þessi? Vorum að ræða þessum fundi var að við vorum að beða þá að lækka standardin þannig að lækka kröfunar þannig að þeir gætu fært eignir sínar í dótturfélög og það var það sem við vorum að ræða á fundi. Þeir láti ekki undan þeim kröfum? Nei, það kom ekkert í ljós fyrr en síðar. Það var eina fundarefnið, ekki neitt annað. Við vorum ekkert að ræðum hver myndi ábyrgjast ef úti það færi. Það var ekki eins og fært í tal. Við vorum bara að tala það. Við vorum ákveðna ósk til þeirra að þeir myndu, breska fjármálaeftirlitið myndi lækka kröfugerðin og gera Landsbankann og það kleift að fara með eignir sínar í dótturfélög á strax þó að eignatilfærslan á lengri tíma og svo framvegis. Þannig að það var eina fundarefni eins og ég hef margskýrt frá. Þakka þér kærlega fyrir komuna, Björgvin. Sömuleiðis.